Góðan daginn, ég ætla að kynna námið hagnýtt ritstjórn og útgáfa. Viðfangsefni námsins byrja á því. Námið er meistaranám á hugvísindasviði og nemendur þeir búa sig undir ýmiss konar ritstjórnar og útgáfustörf á ýmsu tagi, til dæmis hjá fjölmiðlum eða vefmiðlum, bókaútgáfum eða vísindastofnunum. Hagnýtt ritstjórn er hagnýtt nám og það er leið fyrir þá sem að hafa áhuga á framhaldsnámi sem að byggir ofan á grunnnámi þeirra, en það er ekki endilega verið að hugsa fræðimennsku á því tagi. Námið er skipulagt sem heilsársnám til 90 eininga. Þá erum við 30 einingar. Við erum annars vegar með kjarnanámskeið sem eru alls 30 einingar og þetta eru skyldukúrsar. Þannig erum við með 3 námskeið. Það er ritstjórn og fræðilegt skrif, það er grundvallaratriði vefmiðlunar og ritstjórn og hönnun prentgripa. Og síðan erum við með valfrjáls námskeið sem eru líka 30 einingar. Þetta eru námskeið sem nemendur sækja að eigin vali. Þetta eru hefðbundin framhaldsnámskeið í deildinni eða á sviðinu, en nemendur þeir geta einnig unnið sjálfstæð rannsóknarverkefni sem að geta verið í senn hagnýt og fræðileg. Og síðan er það þriðji hluti námsins sem eru lokaverkefni sem er líka 30 einingar. Lokaverkefni skiptist í tvennt og felst í annars vegar í starfsþjálfun hjá fyrirtæki eða stofnun, til dæmis hjá fjölmiðli, bókaútgáfu eða fræðastofnun. Það er gert ráð fyrir ritstjórnar vinnu í 10 vikur í fullu starfi. Þetta er ólaunað starf en það er lánshæft. Og hinn hluti af lokaverkefninu er ritgerðin, en nemandi hann skrifar ritgerð efni að eigin vali sem að tengist ritstjórnarstörfum á einhvern hátt og er að ræða ritgerð eða verkefni sem eru 8 til 10.000 orð að lengd. Og þá ætlum við að fara í það að kynna námskeiðin og byrja á skyldunámskeiðunum. Námskeið ritstjórn og fræðileg skrif það er farið í grundvallaratriði í fræðilegum skrifum og farið í atriði eins og hvert er markmið fræðilegra skrifa. Það er farið í skipulagningu og framsetningu fræðilegra skrifa, farið í hluti eins og rannsóknar áætlanir, ráðstefnu útdrætti og ritdóma, hvernig á að gera athugasemdir við skrif annarra á uppbyggilegan hátt og hvernig á að taka við gagnrýni og nýta hana á eigin verk. Og svo farið í atriði eins og frágangur fræðilegra ritsmíða, einkenni ritstuldar, hvernig má finna hann og hvernig má forðast. Annað skyldunámskeið sem við bjóðum upp á er grundvallaratriði vefmiðlunar, starf vefstjórans og vefritstjórn. Þar er fjallað helstu þætti sem að vefstjóri eða vefritstjóri þarf að hafa vald á. Það er farið í almenna vefritstjórn, meðal annars uppbyggingar arkitektúr, skrif fyrir vef og framsetningu myndefnis. Það er farið í grundvallaratriði í vefhönnun, atriði eins og aðgengismál, nytsemi, öryggismál, vefmælingar. Það er farið í vefumsjónakerfi, þau eru kynnt fyrir nemendum. Það er farið í ýmiss konar grunntækni eins og viðmótsins og helstu hugtök og skilgreiningar í tækni vefsins og netsins eru kynnt fyrir nemendum. Nemendur setja upp eigin vef og þau nota til þess vefumsjónakerfi að eigin vali og fara til dæmis í gera það með WordPress eða Wix til dæmis. Annað skyldunámskeið sem boðið upp á er ritstjórn og hönnun prentgripa. Í því námskeiði er fjallað ritstjórn og hönnun prentgripa allt frá hugmynd til útgáfu. Það er farið í samstarf og verkaskiptingu á milli ritstjóra og hönnuða. Það er farið í undirstöðuþætti letufræða og grafískrar hönnuðar. Verk eru undirbúning fyrir prentun og helstu verkfæri hönnuða eru skoðað sem og ólík útgáfaverkefni. Það er skoðaðar kenningar áhrif hönnunar og leturfræða á læsileika texta og í námskeiðinu þá flytja nemendur erindi og skila skriflegri greiningu á hönnunargripum. Þeir skapa útgáfaverkefni og í námskeiðinu þá miðla þeir helstu hugmyndum ritstjórn þess til nemenda.
En nemandinn, hann getur, markmið námskeiðinu að nemandi getur miðla stefnu, miðlunarleiðum og verkáætlun til hönnuða. Það ætlum við að skoða aðeins valnámskeiðin. Valnámskeið sem við bjóðum upp á vefritstjórn til dæmis. Vefritstjórn nokkurs konar verkleg vefritstjórn. Það samstarfi námskeiði vefskrif sem boðið upp á í almennu bókmenntafræði. Í þessu námskeiði þá ritstýra meistaranemar BIA-nemendum. Þeir ritstýra til dæmis pistlum, fréttum, viðtölum og ritdómum. Námskeiði gefur ritstjórnarnemum tækifæri á að ritstýra öðrum og vinna við ritstjórn á vefmiðli. Það eru kennd ýmiss konar undirstöðuatriði vefskrifa og það sem ræðir ritstjórnarleg samvinna. Það eru haldnir ritstjórnarfundir reglulega yfir misserið en 5 ritstjórnarnemar geta sótt námskeiði þannig að fyrsti koma, fyrsti fá. Annað námskeið valnámskeið sem við bjóðum upp á heitir á þrykk. Þar vinna nemendur með ritlistanema því að búa til frumsamið efni til útgáfu. Það farið í gegnum allt útgáfuferlið, jafnt fyrir prenturit sem og rafbækur, meðal annars ritstjórnina í heild sinni, atriði eins og prófarkalestur og umbrot. Það miðað við að afrakstur námskeiðsins verði rit sem tilbúið til prentunar og nemendur gefa yfirleitt út bók í lok námskeiðsins. Eins og áður þá eru 5 ritstjórnarnemar sem geta sótt þetta námskeið. Inntökuskilyrðin í námið. Námið einkum ætlað nemendum sem hafa lokið BIA-prófi með fyrstu einkunn í hugvísindum eða félagsvísindum. Það eru engar fjöldatakmarkanir til staðar inn í námið. Tækifæri að námi loknu, atvinnutækifæri sem mögulega felast í náminu eru ýmiss konar störf og bókaútgáfum, ýmsum fyrirtækjum, fjölmiðlum, fræðastofnunum eða í rauninni það frekar fjölbreytt. Tækifæri sem felast í að námi loknu. Við viljum hvetja ykkur til að nýta nemendur til að nýta sér þjónustuna, nota til dæmis netspjallið á hi.is til að afla nánari upplýsinga, tala við nemendur námið. Það hægt að hafa samband við skrifstofu hugvísindasviðs í gegnum síma eða senda tölvupóst á hug@hi.is. Og minna á að sækja á hi.is og að umsóknarfresturinn til 15. apríl. Takk fyrir.